Kjarnorkuver er orkuver þar sem kjarnorka er notuð til að búa til rafmagn. Kjarnorka er orka bundin í formi frumeinda. Þannig er fyrst og fremst verið að nota stórar frumeindir og þær eru klofnar í sundur. Við það losnar gríðarleg orka. Þannig eru notaðar frumeindir eins og U-235 sem er úran, ákveðin samsæta af úrani. En þarna er nifteind skotið á svona úrankjarna. Við það verða til 2 önnur efni og að losna er 3 nifteindir í viðbót og þær kljúfa fleiri frumeindir. Þannig verður til það sem kallað er keðjuverkandi kjarnaklofnun. Hitinn frá þessu öllu saman, það fara að kæla þetta mikið niður og hitinn er notaður til þess að í raun sjóða vatn og það er síðan það sem að þegar vatn breytist í gufu þá tekur það miklu meira pláss og þessi rúmmálsaukning snýr hverflum sem að framleiða rafmagn. Ekkert ósvipað á jarðhitaverunum okkar. Nema hjá okkur kemur hitinn ekki frá kjarnorkunni heldur neðan úr jörðinni. Kjarnorkuver eða orka frá kjarnorkuverum veldur ekki gróðurhúsaáhrifum. Það er að segja að það losna ekki út neinar lofttegundir þarna. En þarna verða til efni sem eru geislavirk og eru geislavirk mjög lengi. Jafnvel einhverjar milljónir ára og menn hafa verið pínu í vandræðum með hvað að gera við það. Þessum efnum hefur svolítið verið safnað saman og þau bara hreinlega grafið núna í jörðin einhvers staðar djúpt niðri þar sem þau verða vonandi til friðs. 15% af allri raforku í heiminum er búin til með kjarnorkuverum en það eru 3 lönd sem að skera sig algjörlega úr í þessu en það eru Bandaríkin, Frakkland og Japan sem að í raun búa til nota kjarnorkuver langmest eða staðistur hluti af orkunni sem þeir framleiddur í kjarnorkuverum. Í Frakklandi er það nærri helmingur eða helmingur. Frakkland hefur algjöra sérstöðu hvað þetta varðar í Evrópu.